Svona. Jæja, þá sýnist mér allt að smella. Gleðilegt fullt tungl og verið hjartanlega velkomin í þessa stund með mér á spilunum. Ég ofboðslega ánægð og þakklát fyrir þessu stundir sjálf. Nýt þess virkilega að eiga þær með ykkur sem að fylgjast með. Það gleður mig alltaf að sjá hverjir fylgjast með og það sé verið að fylgjast með. Ég ætla að athuga hér í símanum, kveikja á myndbandinu, þau getið fylgst með og tekið eftir þá ef það eru einhverjar bilanir eða einhver komment sem ég þarf að svara eða eitthvað. Já, þetta virkar frábært. Ok. Það er fullt tungl og fullt tungl í Vog og það er þar að ekki, það er tunglmyrkvi. Við gátum notið þess að horfa á tunglið í gær. Það var, allan hérna fyrir norðan, var mjög bjartur himinn þannig að tunglið sást vel og heiðskýrt þannig að við gátum notið þess að fylgjast með tunglið í fyllingu en fyllingin náði samt hámarki í dag og það er tunglmyrkvi og við erum að fara inn í svona eins og myndi verið kallað eclipse season eða það er að segja að það er núna svolítið tímabil þar sem er mikið tunglmyrkva, deildarmyrkva og alls konar svona og það er þar að ekki bara svona ýmislegt áhugavert í gangi í himingeimnum. Þó eitthvað af plánetum sem eru sem að skipta snúning og svoleiðis þannig að það er margt spennandi í gangi en þetta fulla tungl núna með Voginni og svona sterkt tengt inn í Venusarmerkið það er mjög áhugavert að sjá það. Ég heyrði að heyrnartólin mín voru eitthvað að bípa á mig en ég ætla bara aðtöða hvort það sé ekki ennþá tengd svo að það heyrist alveg pottet í mér, nei, þau getur sambandi. Já. Ok. Þau eru tengd og þau eru ekki batterslaus þannig að en ég heyri það að þau dettur sambandi. Ok, gott að vita. Ég er nefnilega með svona lítil sem að sjást ekki en nefnilega alltaf ef ég legg skjáinn niður þá nær mikrofónin á tölvunni ekki að heyra það sem ég er að segja, allavega ekki vel. Þannig að þess vegna nota ég alltaf heyrnartól með mikrofón til þess að þið heyri í mér líka þegar ég legg niður skjáinn og er að lesa í spilin. En við erum með spil, nokkra stokka. Það eru hér rúnaspilin mín, Runic Odyssey. Þessi yndislega fallegu spil sem ég held ofboðslega mikið upp á. Og að venju þá erum við með klassísku Monologue-spilin. Svo er ég hér með Conscious Spirit stokkinn minn. Hann er búinn að vera miklu uppáhaldi hjá mér, bara síðan ég fékk hann. Ég hef notað hann mjög mikið, mér finnst það mjög þægileg spil. Og svo verðum við með Monologue Manifestation stokkinn svona með á kantinum. Og svo er fyrir svolítið síðan komin út þriðji Monologue stokkurinn sem að láta svolítið mikið í. Og ein vinkona mín á svoleiðis. Og ég fengi að skoða á með döðlangar í. Það er alveg það. En þá ætla ég að leggja skjáinn niður, sýna ykkur spilin, leyfa ykkur að tengjast og aðeins að tala tunglið sem er að gangi núna. Þannig að nú fyrir skjárinn niður. Svona. Hér erum við með Runic Odyssey, Monologue og svo Conscious Spirit. Þetta fulla tungl í Vog. Það er mjög áhugavert af því að við erum með blöndu af þessu eðli vogarinnar sem er alltaf að leitast við jafnvægi hlutunum. Það er að segja, er alltaf að vega og meta, er alltaf að kanna stöðuna og reyna að finna hvað hún getur, hvort hún þurfi og hvað hún þarf að gera til þess að stilla jafnvægi þannig að það sé alltaf í góðu lagi. En svo erum við með þessa Venusartengingu svona sterka núna
og þar endurspeglar svo mikið samböndin í kringum okkur. Og þá bæði við rómantísk sambönd og parsambönd og svoleiðis, en líka vináttubönd, fjölskyldubönd, samskipti og samskiptin á vinnustað, alls konar svona, bara sambönd og samskipti almennt í frekar stóru samhengi. Þannig að það á ekki bara við rómantíska tengingar. Og þannig kemur það, og meira segja bara samband okkur við okkur sjálf. Og þá svolítið mikið núna verið að vega og meta og svolítið að, jafnvel fyrir marga verið að ýfa upp kannski eitthvað óþægilegt sem að þarf þá að skoða þetta betur til þess að finna jafnvægi. En þetta snýr svo mikið að samskiptum og samböndum og finna jafnvægi í samskiptum, finna jafnvægi í því hvort sem er rómantískt samband eða vinasamband, að það sé jafnt gefið og þegið á báða póla, innan á vinnustað, samskiptin í lagi, komið fram við alla eins og jafningja og meira segja þar erum við sjálf í jafnvægi á milli atvinnulífs og einkalífs. Það í góðu lagi? Erum við að gefa okkur sjálfum jafn mikið í einkalífinu eins og við gefum vinnun okkar? Það alls konar svona og líka samskiptun okkur við okkur sjálf. Erum við að setja okkur sjálfum heilbrigð mörk það hvernig við komum fram við okkur sjálf? Við erum oft grimmust þar þegar við þurfum að vera svolítið mjúk og eins líka erum við að setja okkur sjálfum heilbrigð mörk varðandi eins og þetta bara hversu mikið við vinnum á móti hversu mikil tími fær að fara í sjálfsrækt. Erum við að gefa okkur sjálfum nóg eða erum við að vera óhófsamleg einhvers staðar, hvort sem það í einhvers konar neyslu eða kauphyggju eða hvað nú. Þannig að það svo margt svona til að skoða og eins líka í samböndum og samskiptum og þá kannski sérstaklega í þá djúpum tengingum og parsamböndum og ástarsamböndum jafnt gefið og þar að auki þegar við erum að skoða þetta með að opna okkur fyrir nýjum tengingum, þegar við erum að hugsa að opna hjarta okkar fyrir því einhver komin í líf okkar, erum tilbúin til þess og hvernig erum við heilbrigð í því, hvernig setjum við heilbrigð mörk og setjum okkur sjálfum mörk líka. Þannig að það margt til að skoða. En við skulum það fara í spilin, ég ætla að blára hérna okkur og við byrjum á Rónu Báðarsí. Og fyrsta spili snýr að því hvað að koma upp á yfirborðið hjá okkur sem við þurfum að ná sáttum. Hérna kemur lagus, það segja fljótið, vatnið, það táknmynd innsæðins okkar og reynda líka þróunar og þroska okkar. Hér finnst mér vera að koma að þau hérna eru að tala eitthvað sem við þurfum að ná sáttum við og mögulega fyrirgefa og það snýr alveg jafn mikið á okkur sjálfum eins og öllu öðru í kringum okkur að við höfum örugglega öll á einhverjum tímapunkti í lífinu hundsað innsæi okkar, farið gegn sjálfum okkur, jafnvel gegn gildunum okkar, stigið aftur og bak í þróun okkar eða þroska okkar, tekið nokkur skref aftur og bak og farið í gamalt munstur jafnvel og eins og ég segi farið gegn því sem við raunverulega trúum bæði okkur sjálf og jafnvel gildin okkar. Og það svo mikilvægt að við í fyrsta lagi sjáum þetta, gefum við gaum að þarna höfum við tekið skref sem að fór gegn því sem við trúum á. Viðurkennum það
og fyrirgefum okkur það. Það er oft sem að við eigum svo gífurlega erfitt með að fyrirgefa okkur sjálfum og ná sáttum með að hafa tekið skref aftur á bak eða hafa farið gegn og ekki hlustað á innsæðið okkar þegar það var rödd sem sagði innra með okkur við vitum betur. Þannig að það er svolítið þarna í sjálfinu sem þarf að ná sáttum með. Næsta spil er það sem að ljós tunglsins er að lýsa upp fyrir okkur. Hvað er að koma þá yfirborðið sem er það svolítið megin markmiðið af hverju verið að benda okkur á þetta. Af hverju verið að draga þetta upp úr myrkrinu. Og það kemur auðarúnin, Vírd, sem er hið óþekkta og líka stendur fyrir örlögin okkar. Og þar kemur svolítið þetta að örlög okkar eru ekki öll og við erum ennþá að spinna þau, við erum ennþá að skapa þau og við erum, fyrst og fremst þá er það við sjálf sem sköpum okkar örlög í sameiningu með æðri mátti eða anda og uppsprettu, Guði, móður, jörð, faðir, himinn, hvað sem við viljum kalla þetta. Vissulega erum við með tengingu við orkurnar í kringum okkur, en það er alltaf við sem sköpum okkar eigin örlög, við spinnum okkar eigin vef. Það eru fyrst og fremst við sem stýrum. Og það er þessi þroski sem fylgir því, að við erum alltaf að halda áfram, við erum alltaf að spinna þráðinn lengra og lengra, við erum alltaf að fara inn á næstu þroskastig, eftir að halda áfram, kafla fyrir kafla. Og til þess að fara inn á næsta stig eða ná næsta kafla í lífinu, þá verðum við líka að bæði gangast við og sættast við það sem við höfum gert áður sem hefur kannski ekki verið gott fyrir okkur eða aðra. Þar sem við höfum farið gegn þroskanum okkar og gegn því sem við trúum okkur sjálf og heiminn. Þannig að hérna verið að minna á þú hefur valdið. Þú hefur valdið í þínu lífi, þú ert skaparinn í þínu lífi, það er þú sem ræður ferðinni. Og það er líka undir þér komið að þú fyrirgefur þína fortíð, sama hver hún er, að finna þína leið til að ná sáttum með það, af því við getum ekki breytt hvað sem er. Ok, og það er þá framhaldinu þessu, þá kemur þriðja spilið. Það er vungin, það er gleðirúnin, gleðin sjálf og líka þá jafnvægi, það er að segja harmóni, það er að samhljómur. Að finna gleðina og finna hamingjuna, finna þetta harmóni, þetta samhljóm með alheimsorkunni eða með lífinu sjálfu. Það léttir okkur svo mikið lífið að vera sátt við okkur sjálf og það sem við höfum gert. Við þurfum ekki að réttlæta allt sem við gerum. Og ef eitthvað er, þá viðurkennum við fyrir eitthvað misgjörður okkar. En hins vegar að fyrirgefa okkur sjálfum og ekki ætla að láta það alltaf draga okkur niður og vera lita það sem við erum í dag. Þannig að gleðin er framöndan fyrir okkur sem að göngumst við, viðurkennum og sættumst við fortíð okkar, tökum valda okkar eigin lífi, getum farið áfram í samhljómi með gleðinni inn í framtíðina. Þannig að það er svolítið öflug skilaboð hér. Við viljum fá hér eitt manifestation spil á þetta. Og hér, clear your mind, tæmdu hugan. Það er svo oft, sérstaklega þegar við erum að hugsa fortíðina, að þá fer hugurinn á svo rosalega mikið flug og hugsanir verða svo miklar
að við náum ekki einu sinni utan allt sem við erum að hugsa og jafnvel erum við ekki að ná tengslum við tilfinningar okkur á sama tíma. Þannig að við þurfum reglulega bara að tæma hugan og í rauninu byrja svolítið upp á nýtt, að taka í burtu alls konar gamlar hugmyndir sem við höfðum með fortíðina, hreinsa svolítið út af borðinu og byrja að nýju, að taka inn aftur bara hvað raunverulega gerðist. Tökum í burtu gamlar skoðanir sem við höfðum á atburðum, gildi sem við vorum kannski alin upp til að hafa en eru ekki okkar eigin, samfélagslega pressu, bara tæmum þetta allt út af borðinu og byrjum uppgjörið að nýju og reynum að halda því frekar tæru og frekar hlutlausu eins og við gætum. Og ef við aðeins leyfum okkur að horfa á okkur sjálf á sama hátt við myndum að horfa á annan, á einhver aðra manneskju, þá myndum við sennilegast ekki dæma jafn hart. En við þurfum aðeins að hreinsa hugan til þess að gera þetta hreinlega upp. Og þá skulum við fara yfir í næsta stopp. Og það er monologi klassíski. Og þá byrjuðu því að athuga hvað er að koma upp sem þarf að ná sættinni. Hér segir taktu tíma til að anda út. Ok. Mikil spenna hér. Já. Við þurfum svo sannarlega tíma til að anda. Og sérstaklega þegar það er búið að vera mikið að gera, liggur mikið við, mikil innri vinna og andlega vinna. Við þurfum að fá næði til að anda út líka og við þurfum að fá að dæsa og andvarpa og jafnvel gráta. Við þurfum að gefa okkur bara smá break. Gefðu þér tíma til að ná utan allt sem er að gerast. Af því að hér kemur svolítið þetta að okkur hætti til að píska okkur svo harkalega áfram. Hvort sem það er í vinnu eða í heimilislífi, í skóla, jafnvel í andlegri vinnu þar sem við erum að vinna með okkur sjálf, að við getum svo auðveldlega gleymt okkur í því að fara að harka okkur áfram og ætla að heila okkur andlega á alveg bara með tíma og gera það allt rosalega rétt. Við þurfum líka tíma til að pústa og anda út og staldra svolítið við í augnablikinu líka. Þannig að við skulum ekki vera að flýta okkur mikið og við skulum ekki píska okkur áfram. Bara, það er rosa mikið núna finnst mér verið að segja sýndu sjálfu þér mildi og elsku. Hægðu á þegar þú þarft að hægja á, ekki vera eigin böðull og píska þig hérna áfram eins og þræl. Það var bæði í rúnunum og hér líka mjög skýrt að hér þarf að sýna sjálfu sér meiri mildi, meiri kærleika, meiri virðingu. Við erum svo ofboðslega dómhorf á okkur sjálf oft á tímum. Við setjum svo ofboðslega mikla kröfur á okkur sjálf og bara mjög óraunhæfar. Meira að segja þegar við erum að heila okkur andlega og erum að sinna okkur sjálfum, þá hættur okkur til að verða svo dómhörð líka og einhvern veginn ætlast til að okkur takist að laga okkur sjálf á bara mjög stuttum tíma. Við myndum aldrei setja þessa pressu á vini okkar eða ástvinir. Aldrei. Þannig að gefðu þér smá breyk.
Og af hverju tónlega að lýsa þetta upp? Af hverju verið að benda á þetta? Af hverju verið að draga þetta fram í ljósið? Það er tónlega verið að lýsa þetta. Það komur 2, en ég ætla að taka þetta af það. Það kemur hér fullt tungli hrút sem að segir að, sem sagt að það verði mjög, það verði hvellur. Að þetta nær hámarki, það verður hámörkun á aðstæðum og það verður hvellur. Þeir segja hér a fiery climax approaches, það er að segja aðstæðuna þínar munun á hámörkun og þær verða svolítið rosalegar. Af því að það kemur hér líka annað spil sem segir að þú sért mjög nálægt því að ná markmiðum þínum. Þannig að það er ekkert skrítið að hér sem spenna í loftinu af því að þú ert greinilega að vinna að einhverju markmiði, einhverju stóru markmiði sem að nálgast óðfluga. Þannig að þú ert að setja mjög miklu pressu á þig en þá verður líka að stoppa og anda. Bara til þess að þú yfirhöfuð náðu þessu og líka til þess að þegar þú hefur náð þessu markmiði að þá sért ekki bara sprungið og bara fallur í gólfi eins og loftlaus blara. Þannig að það er alveg ástæða fyrir þessari spennu en þú verður létt á spennunni inn á milli líka. Við skoðum framhaldið af þessu. Það er framöndan hér. Segir hér nothing will come of this situation, það er að segja það verður ekkert úr þessum aðstæðum. Og það er einmitt þarna ef þú gefur ekki tíma til að anda, ef þú gefur sjálfur þér ekki smá break, þá mun þetta ekki ganga upp og þá verður rauninni líka þó þú náir markmiðinu þá myndu ekki njóta þess. Og fyrir þau ykkur sem eru kannski að vinna við að leysa eitthvað mál, að þá mun að þegar þið eru að nálgast þetta markmið þar sem að þið eru að búast við að það verður sprengja og það verður spenna, það verður sprengja en þá hins vegar það verður ekkert af því skaðilegt, það verður sprengja fer bara svolítið út í tómið og það er stundum akkurat þannig, sérstaklega í aðstæðum þar sem að eru háar tilfinningar, það er mikil spenna, sérstaklega í samskiptum eða samböndum. Það er oft sem að sprengjan verður og svo fellur allt bara í dúnalogn og maður skilur ekki alveg af hverju. Það þarf bara einhvern veginn að leyfa spennunni að klárast. Spennan þarf bara að brjóta dæmið. En þá einhvern veginn verður bara ekki neitt. En það er svo mikilvægt að gefa sér smá tíma til að anda inn á milli. Bara til þess að þessi spenna gangi ekki frá manni. Manifestation spil hér. Og það kemur hér. Take a reality check. Það er að segja tjekkaðu aðeins á aðstæðum sem fyrir raun og veru. Við þurfum stundum að taka skref aftur og bak til að sjá heildarmyndina og það er líka oft sem að við erum kannski búin að magna aðstæður upp innra með okkur tilfinningarlega eða huglægt þannig að við erum komið með svo dramatíska mynd af hlutunum að það stangast svolítið á við raunveruleikann bara rétt eins og gerist þegar við erum með óraunhæfan kvíða og með kvíðaraskanir að það byggist upp af því að við erum komin í rauninni svo óraunverulegar og óraunhæfar aðstæður og þar erum við ofta að díla við óraunhæfan ótta af því að þegar maður leyfir sér svo stíðinni og rökhugsun og skoðar aðstæður út frá því þá sér maður að oftar en ekki þá var maður að gera svo mikið stór mál úr aðstæðum og með rökhugsunni sjáum við að það var kannski alveg fáránlegt. Þetta er svona, þegar maður heyrir
krakka segja, Guð minn góður, mamma drepur mig eða pabbi drepur mig, hverjir eru nú líkurnar á því, svona í raun og veru. Að það alveg farið út í þetta sko, þennan svakalega öfga sem á engan fót fyrir sér í raunheimum. Bara eins og ég segi, þegar krakkarnir segir, oh my god, mamma drepur mig. Er það í alvöru? Hún gæti mögulega sko skammast eitthvað, en hún ekki að fara að drepa þig. Þannig að þegar við tökum hlutina aftur svolítið inn í raunheiminn, þá sjáum við að ok, við erum kannski mikla hlutina heldur mikið. Og þá skulum við fara í 3. stokk, House of Spirit. Byrjum á því að afla það eru komin frá yfirborðið, hvað þarf að ná sáttum með. Það kemur náttúruandinn eða náttúruandar, huldufólk jafnvel. Það segir, ég virði öll frumefni náttúrunnar, allar verur náttúrunnar og styðst við það að viðhalda lífi á móður jörð. Hérna þarf að stíga svolítið í grunninn, stíga svolítið bara í grunnarni hver við erum, af því að við erum hér jarðneskar verur, mannlegar verur af holdi og blóði. Við erum hluti af jörðinni, við erum sköpuð af jörðinni og við erum eitt af öflum jarðar. Þar sem við erum verur jarðar. Við megum alveg að minna okkur á það. Við stundum erum orðin svolítið fjarlæg náttúrunni og gleymum því að við erum líka hluti af náttúrunni, rétt eins og bara blómin og trén og ærnar í haga. Og við þurfum stundum að einfalda svolítið. Við megum alveg við því að einfalda líf okkur, aðeins að minna okkur á það bara hvaðan komum við í raun og veru. Þó við séum líka huglægur verur, að þá erum við komumst ekki hjá því að við erum jarðneskar verur, við erum hérna í þessum líkama sem skapaður á jörðu. Og við þurfum að sinna því og við þurfum að sætta okkur við það og vera ánægð með það sem við höfum. Hvort sem það er að við þurfum að vera ánægð með líkamann sem okkur var gefinn, líkamann sem er eins og hann er. Við erum öll rosalega ólík þar. Og líka að vera sátt með þetta jarðneska líf sem við höfum. Af því að það eru mörg okkar sem að gleymum því svolítið að njóta lífsins á jörðinni og jafnvel sumir sem að ganga svo langt að fyrirlíta jarðneskt líf. Af því að hugurinn svo upptekinn við að tengjast æðri mætti og andanum og uppstrettinu eða hvað sem við kalla hinum megin. Og við erum mörg svo upptekinn að því að ætla að fara og verða eitthvað annað en við erum. Þannig að hér þarf að taka og ná sáttum við bæði bara holdið okkar, líkamann okkar, viðurkenna og ná sáttum við okkur sjálf sem jarðneskar verur, ekki einungis andans verur sem eru þá alltaf tengdar eitthvað upp í himingeim. Það er alveg ástæða fyrir við tölum móður jörð, það er þar sem við fæðumst. Leyfum okkur að elska það. Jarðtengjum okkur og leyfum okkur að elska að vera hluti af náttúrunni. Það er rétt eins og blómin og trén. Það er dásamlegt. Jörðin okkar er ofboðslega falleg, rík og gjöful og það er
nóg handa öllum af jörð. Þá skulum við skoða af hverju við verðum að draga þetta upp, af hverju við verðum að minna okkur á þetta. Það er ljós tunglsins að reyna að sýna okkur. Það verður að minna okkur á hvíldina og sérstaklega að hvíla sig með náttúrunni. Að við þurfum að hvíla líkamann og hvíla náttúru okkar til þess að tengja okkur við andan líka. Það er það sem segir á spilinu. Ég hvíli líkamann minn að huga til þess að ná tengingu við andan. Það er hér líka Sacred Space sem er sem sagt helgað rými og það er aftur verið að tala um náttúruna. Það er að segja ég finn öryggi, frið og sátt þegar ég leyfi mér að vera umvafið fegurð náttúrunnar. Að hér er aftur verið að benda á hvað náttúran gefur okkur mikið og bara fegurðin og hvíldin sem að fylgir náttúrunni og næringin. Þegar svo er hér líka Spirit Guides, andlegir leiðbeinendur. Ég opna hjarta mitt fyrir leiðbeinum mínum og treysti viskunni sem þau deila með okkur. Af því að andlegi leiðbeinendur okkar, þó þeir séu líka hlut af andanum, þá eru þeir líka hlut af jörðinni. Að við eigum okkar jarðnesku jarðtengdu leiðbeinendur og við þurfum að vera í jarðtengingu og með heilbrigða jarðtengingu til þess að geta náð hreinum samskiptum eða hreinni leiðsögn frá andlegum leiðbeinendum okkar líka. Þannig að það er verið að kalla rosalega mikið hér eftir jarðtengingu. Þannig að við erum alltaf mismunandi leiðir til þessi jarðtengingur en það er alltaf góðs vitis að leita eitthvað í náttúruna, leita út úr húsi í náttúruna, leyfa sér að finna fyrir grasinu, koma við trén. Það er náttúrulega ekki alveg farið að vora nógu mikið til samtilega njóta blómana, ekki alveg strax. En skoða trén, horfa á fjöllin, horfa á hólana, snerta trjábörk, snerta grjót, finna sína leið til þess að aðeins að tengja það til jörðinu og svona raunverulega finna það. Raunverulega finna að grjót er ekki bara grjót, sko. Þannig að gefðu þér tíma í jarðtenginguna og leyfðu þér að dásta jörðinu og landinu. Við eigum ofboðslega fallegt og gjöfult land. Og út frá þessu, þá kom bara strax, kemur hér erkiengill Gabriel sem segir, sem sagt, þetta er sem boð að erkiengill Gabriel kom inn í líf okkar með von og innsæi. Þannig að hér aftur að vera ítöldi það að með jarðtenginginu og góðri heilbrigðri jarðtenginginu að það náum við í rauninni dýpri andlega tengingu, bæði við leiðbeinendur okkar og mögulega skilaboð sem við verðum að færa okkur og eins líka bara vonin sem við berum fyrir okkur sjálf og fyrir heiminn og líka tengingin við okkur sjálf. Innsæið okkar. Þannig að enn og aftur, ofboðslega sterk þörf hér fyrir jarðtengingu. Þannig að förum alltaf út og njótum náttúrunnar. Þetta fá ekki manifestation spil fyrir þetta. Þess er hér work through your feelings, ægis og konturir, þetta er kaffindagi. Þú verður að leyfa þér að vinna í gegnum tilfinningar þínar og það er ekki nóg að bara, okkur hættir mörgum til að ýta þeim bara til hliðar, stinga hann einhvern ofan í kassa og geyma það allt eftir skápnum eða inn í geymslu þar sem enginn sér og þú færð að gleyma þeim. En svo erum við líka mörg sem að við vinnum í gegnum tilfinningar okkar en á mjög rökræðinu máta þar sem að við
greinum tilfinningar okkur tæknum þannig að við skiljum þar og röðum við sem bara snirtulega upp í hillu, en málið að við þurfum líka að leyfa okkur að upplifa þær. Ég vildi óska að það væri nóg að bara greina þær, en við þurfum líka að finna þær. Og tengdu þig við almættið, þú getur beðið aðstoð við það að tengja við tilfinningaðinnar og tengja við smá jörð og náttúruna. Þannig að hér í rauninni í þessum spilum er bara, það er svolítið mikið að það er þetta að sinna jarðtengingunni sinni, sinna himnatenginginu sinni og tengja sjálfum sér líka. Þannig að það er alveg svona allsherjar að tengja sterkt á öllum pólum og ég held að við megum öll taka þetta til okkar. Ég ætla að maður að gera það og nýta svolítið kvöldið í að tengja sjálfum mér, jörðinni og himninum. Ok, það er að gera það svona í kröftugu fullu tungli, nýta galdurinn í loftinu. Ok, og þá eru allir stokkarnir komnir, þá ætlum ég að lyfta skjánum. Sulla nú smá kakó í leiðinni, allt í lagi. Svona. Ok. Eins og alltaf þá nýt ég nýt þess mjög mikið að eiga þessa stund með ykkur. Alltaf gaman að sjá hvað kemur mér alltaf mikið á óvart af því að ég veit ekkert hvað ég er að fara að segja. Þannig að það er vonandi að þið njóti líka. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa að halda að koma í gagni og ég þakka bara kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina. Fyrir það sem hafa áhuga þá er ég með rými í dagskránni til að bæta við með bókunum, bæði í einkafundi hérna á Akureyri og svo er ég með laust fyrir myndbandsleiðsagnir og spurningar. Þið getið séð inn á síðunni hvað er í boði eða bara haft samband að skilaboðum, ekki hika við það. Svo ég segi það er laust pláss hjá mig núna, ekki hika við að hafa samband. Ég þakka bara kærlega fyrir mig og ég vona að allir hafi notið og ég vona að þið eigið dásamlegt kvöld á þessu yndislega fulla tungli, þessu öfluga fulla tungli. Takk fyrir mig.